Hjalli, það er 0-0 niðurstaðan, hver er bara snuðstöfrið? Bara, blendar, eins og segir, niðurstaðan 0-0, við meira með boltan, byrjum við leikinn af krafti, sköpum okkur fína stöður, fáum okkur krossa, svo svona finnst mér að feita aðeins út og verðum mikið jafnræði. En þá við einhvern veginn á boltanum og svona reyna að skapa okkur eitthvað og þeir bara verjast vel og bara hrósa á hýringana. Þeir bara, eru mjög duglegir, vinnusamir og þeir eru svona fljóta menn frammi og svona, þeirra leikplan örugglega líka gengur upp, að mörgu leyti að eru bara, djúpt niðri og verjast og leyfa okkur að hafa hann og alltaf svo sækja hrætt á okkur. Þannig að, örugglega endur á niðurstað bara sækja, jafntefli. Þannig að hvernig horfur á þetta stig? Horfur á þetta sem 2 töpustig eða? Já, ég meina, bara allir leikir hérna heima, við viljum vinna þá og það hefur gengið mjög illa, þannig að við lítum á þessum 2 töpustig. Þú segir svona heimaleikinn ekki gengið neitt sérstaklega í sumar, er það ágefni? Já, ég meina, það er bara alltaf ágefni að ná ekki sigraðar langt síðan við unnum í deildinni síðast. Ég held að sé 23. maí, það fer að koma mánuður síðan, þannig að ég held að það sé bara komið tíma á það. Við þurfum að játna okkur upp í nágrannslega á móti Njarðvík á 5. og fara að sækja sig. Þannig kannski Nacho fyrir út af með rautt spjaldinn í dag og síðan missiði Axel Inga fyrir svona lemstarar út af. Hvernig er bara svona staðan á hópnum? Já, klart að Nacho er ekki með. Marín kemur þá væntanlega inn, hann var í banni í dag. Svo verðum við bara að sjá hvernig hópurinn er eftir þennan leik. Hann búið að vera ákveðins törn og við erum í byggarnum líka og við þurfum bara að setja sannlega einhverja í bómul og svo endurheimta vel og við verðum með spræka 11 einstaklinga á móti Njarðvík, það er klart. Nákvæmlega slagur, áttu von á því að það verði fjölmennt á völlinn? Já, ég bara gerir ráð fyrir því, það var það í fyrra báleikjum og var mjög gaman og það verður bara fínt veður, allt sem ekki rók hérna hinum megin en vonandi verður smá logn. Takk fyrir.